Já, við höfum áhuga á fólki hér við Rauðaborðið og lífsbaráttu fólks og við ætlum að fara í gang með smá sirpu núna af sögum þar sem við ræðum við fólk sem hefur gengið gegnum sjúkdóma eða veikindi og svona sjá hvernig bara fólk hefur tekist að kljást við það og hvernig samfélagið hefur gripið það. Ég ætla að byrja á því, ég með hérna góðan gest í dag sem er hann Guðröður Atli Jónsson. Velkomin. Þú ætlar aðeins að segja mér frá veikindum sem að þú hefur gengið í gegnum. Já, kannski, þetta er orðið löng saga. Já, þetta er orðið löng saga. Ef kannski bara byrja á því að spyrja þig aðeins bara hvaðan ertu hérna úr Reykjavík eða? Ég hef átt heima í Reykjavík frá 16 ára aldri. Já. En þar á undan þá ólst ég upp í sveit í Flóanum rétt hjá Selfossi frá 6 til 16 ára aldur. Já. Svo fór ég hingað í skóla og hef verið síðan. Já, einmitt. Og þú hérna veikist í rauninni þegar þú ert hvað? Já, ég sko greinist, ég greinist hérna 25 ára. Já. Og það var svona æxli í heila. Og ég man ennþá eftir því í dag þegar innkertaseffræðingurinn minn, hann orðaði þetta svo að það væri smá fyrirferð á röntgenmyndum. Og síðan var ég boðaður upp á tauga og skurðlæknasvið og hittir þar taugaskurðlæknir og ég man eftir að hann var bara með svona A4 mynd og hann beindi bara svona gegn ljósið og ég sá að æxli var alveg 4 centimetrar og var bara alveg við sjóntaugina og slagaði hennar og ég man að enda þetta var svona þú veist, það fær maður svona þú veist, annarkvort að maður að berjast eða að flýja, sko, moment. Já, bara fight or flight. Já. Og hérna. Já. Og síðan var ég bara, hann sagði bara, já, við þurfum að gera þetta bara sem fyrst. Og ég var bara komin í skurðaðgerð nokkrum dögum seinna. Þannig að þetta hefur í rauninu bara gerst, já, þarna alveg rosalega hratt að þú færð greininguna fyrirferð, það er þarna einhver fyrirferð? Já, fyrirferð, það er það sem eru notuðu. En þetta svo eru náttúrulega til einhverju svona mismunandi tegundir að æxlum með það ekki? Jú, mér langar aðeins að byrja að því sko, ég held að fólk ég erfitt með að skilja þennan sjúkdómnum að ég útskýra aðeins fyrst. Já. Þannig að ég myndi kannski bara byrja að sýna læknin ef við myndum sjá mynd. Þetta er læknirinn sem að fyrst lýsti þessum sjúkdómi og hann má vel að segja hann hafi verið uppi og Viktor í tímabilinu og hann lifiði ótrúlega lengi alveg til seinni heimsstyrjaldar og hann lýsti mörgum sjúkdómum. Og var hann sem að gaf sjúkdómnum nafnið akromegali. Á íslensku hefur það verið þýtt æsisvöxtur. Æsisvöxtur? Já, æsisvöxtur. Og menn á þessum tíma þá kannski það var náttúrulega ekki hægt að gera neina skurðaðgerðir þar á því, sko. Og menn voru ekki komnir með sko íþer eða þú veist svæfingarlyf þannig að þetta var allt saman postmortem eða þú veist eftir dauða rannsóknir. Það voru að krifja fólk bara og skoða. Og ég held að sé best svona fyrir Íslendinga kannski að tengja við þetta að það er sko önnur mynda þessi sjúkdómi en er samt samig sjúkdómurinn. Já, ok, byrjum á þessu sem er kallað æsisvöxtur.
Við myndum sjá næstu mynd. Þetta með hann sem að hann Perry Murray tók. Þetta hans sjúklingur. Og þá sést hversu mikið sjúklingarnir afmyndast vegna þess að þetta eru hormónaframleiðandi æxli. Og í þessu tilfelli er hormónin sem framleiðist vaxtarhormón eða human growth hormón. Og ef við reynum að skoða eins karaktereinkennin þá hann náttúrulega að benda á það að hann sé með stóra hendur og þá það ekki endilega lengdin, heldur þyktin og bólgur. Bólgur í fingrunum einhvern veginn? Já. Það er talað akromegali þegar þetta gerist eftir kynþroska. Eftir að þú veist, æxlisvöxturinn komið fram eftir kynþroska þegar beininu eru búin að læsast. En það samt þannig að það eru sum bein sem að vaxa alla ævi. Það til dæmis kjálkabeinið, eins og sést, og oft fá akromegalíar svona þá stækkar kjálkabeinu svo mikið að tennunin í neðri gómi verða svona, það kemur svona bil á milli þeirra. Það gerist ekki í mínu tilfelli. Og oft þá náttúrulega stækkar nefið og kjálkabeinið og tunga. Í mínu tilfelli þá stækkar tungan líka og örugglega nefið eitthvað líka. Svo eru náttúrulega líka fætur, það sést ekki á þessu. En ef við skoðum næsta ef við skoðum næstu mynd, þarna er Jóhannes Risi og ég held að Íslendingar þekki hann. Hann svo sem var frægur í Hollywood bara þekki, eða í Ameríku eða? Já, hann var bara, þarna er hann einmitt á sýningu. Hann var bara eiginlega sirkusmaður. Jú, hann lék líka kvikmyndum og eitthvað fleiri sko. Og ég held að hann hafi búið eiginlega meiri hlutan ævi sinni í Bandaríkjunum. Og svona sá fólk fyrir sér á þessum tíma, fyrir tíma heilbrigðiskerfis. Þá sáum hann fyrir sér svona fríksjó. Og hann var svo sannlega að vinna við það. Og munurinn á Jóhannesi og mér er það að hann fær æxlismyndun áður en að kynþroski kemur. Og þar að leiðandi stækka leggbeinin og öll þessi bein sem að... Já, meðan hann er ennþá að vaxa í rauninni. Já. Ég held að hann hafi náðu að verða sko 2,20 til 2,30, jável 35. En hann var samt frekar léttur, hann var svona 135 kíló. En hann sérst í rauninni var með hennar sama sjúkdóm? Já, alveg nákvæmlega sama. Það sérst æxli sem er hormón framleiðandi við heiladingul. Heiladingul á ensku er pituitary gland. Og ef við skoðum svo næstu mynd, þá þetta í rauninu bara kirtilæxli og þau geta verið í nokkrum myndum. Það getur verið svona virk kirtilæxli og það getur það annað hvort verið svona growth hormón, akromegali. Svo getur það líka verið laktós eða það sem örvar brjóstvöxt og brjóstaframleiðslu, prolaktín kirtaæxli. Og ef maður sér það á þessum tölum að þetta er bara svona personal diary, það er svona dagbók hjá skurðlækni og þetta eru öll þau tilfelli sem hann hefur unnið að. Þetta er eitthvað svona kannski, og þá sjáum við að svoleiðis æxli eru algengari heldur en akromegali. Og svo er það sem er kallað Cushing disease. Og hann allavega virðist vera bara svo svipa algengur og akromegali. Það verður líka til afmyndun. Og það sem að þessi stökkbreyting á frumum og
æxlisvöxtur, það verður til þess að það verður offramleysla á kortisóli. Það kannski kannast margir við að svona nýaldar fólk, það er alltaf að tala um slaka og við skulum ekki vera auka kortisóllosun. Kortisol er streituhormónið. Það er streituhormónið. Streituhormónið er okkur alveg nauðsynlegt því að ef við værum ekki kortisol, þá myndum við aldrei gera neitt. En svo náttúrulega leið þá þurfum við líka að fara í endurhæmt, sko. Þannig að þetta þarf að fara í bylgjum. Já. Þannig að það er í rauninni til sjúkdómur með æxlisvexti sem eykur kortisólið umfram eða sérst óhóflega mikið eða hvað? Já, kortisóli framleiðist aðeins í lifrinni og þegar heiladingullin er aðalega svona, hann framleiðir svona stýrihormón sem að virkar skjaldkirtil, virkar nýrnarhettunar, virkar eistu eða eggjaleiðara og líka vökvastjórnum, það er hversu þétt nýrin eru. Og í mínu tilfelli þá var ég frekar óheppinn að þegar að æxlið var fjarlægt þá fór heiladingullin líka. Þannig að ég þarf að vera á uppbótar meðferðum við öllum hormónum. Þannig að líkaminn í rauninu framleiðir ekki lengur. Nei, ég vil þá skjaldkirtildin sé þarna. Og ég vil þá eistun sé þarna og nýrnahettunar sé þarna og náttúrulega lifurinn og svona. Þá þú veist, er sem sagt sko er ekki, þú veist, þá er það sem að er sko, þá er þessi boðefni eða þú veist, stýrihormón ekki að losna. Nei. En það eru til eitthvað lyf sem að, eða einhver uppbóta hormón sem að geta eða leiðrétt þetta að einhverju leyti allavega. Já. Það er alveg til. Já. En þá náttúrulega verður þetta alltaf sko, svona artificial, sko, þetta verður alltaf svona, bara svona hermun. Já. Og þannig að ég þarf að taka kortisol og ég þarf að taka skjaldkirtilshormón og svo líka vökvastjórnunin sem stjórnar nýrunum eða þéttin á nýrunum. Í raun og veru ef ég myndi ekki taka það hormón þá myndi ég bara þotna upp og það myndi gerast mjög fljótt bara á einu degi eða eitthvað svoleiðis. Svo náttúrulega, ég þarf náttúrulega að taka kynhormón, ég þarf að taka karlhormónir, ég sprauta því bara sjálfur á cirka 70-90 daga fresti og ég er örugglega að gleyma einhverju en þetta er svona grunnurinn að þessu. Og svo tek ég líka hormón sko að því að það náðist aldrei allt æxlið og þannig að ég tek niður svona hormón sem á að hamla vexti á æxlinu og minnka framleiðslu á vaxtarhormóni. Já. Hvernig, þegar þú sko farið þessa greiningu, varstu búin að vera með einhver mikil einkenni, varstu búin að leita lækninga í einhver tíma eða hvað kemur til að þeir uppgöta þetta? Ég var náttúrulega komið með gríðarlega mikla afmyndun á líkamanum. Já. En ég á þessum tíma hafði bara mjög lélega líkamsvitund. Og það var enginn í kringum mig, allan ekki eitthvað sem ég hlustaði á, sem að var að benda mér á. Og það geti verið eitthvað að? Já, það var bara frekar, þú veist, þeir heldur bara að ég var í matafíkil eða eitthvað þannig, sko. Já. Þegar það var ekki þannig, sko. Og já,
en náttúrulega ástæðan fyrir ég greinist það að sykurinn var farin að hækka sem mjög eðlilegt svona hliðarverkun af þessu að vera með hækkað vaxtahormón. Þegar ég greinist þá ég með 20-30 falt magn. Sykri? Nei, af vaxtahormóni. Já, vaxtahormóni, wow. Já, og sykurinn var þó nokkuð hár, ekki eins hár og hann gæti komist, það var svona kringum 20, hann á að vera svona 5,5. Já. Og þegar sykurinn komið svona hár þá fara líka að verða til sjóntruflanir, það verður svona kristalmyndun í augnumöggunum. Já. Og þú hættur að sjá og Varstu fann að finna fyrir slíku? Já. Og svo líka var ég bara orðinn slappur. Ég fór á heilsugæslun og hélt að ég væri með flensu. Síþreyttur og máttlaus og ég var samt alveg, það var ekki það að ég væri hættur að vinna eða eitthvað svoleiðis, ég hélt áfram að vinna en Hvað varst að gera áður þegar þú hvað varst að vinna? Ég var verslunarstjóri á Dominos en þar á undan hafði ég verið, ég menntaði mig sem ég var í vélskólanum, ég hafði þá líka verið á sjó og allan á þessum tíma þá var ég verslunarstjóri í Dominos og Og fékkstu strax á heilsugæslunni, þú voru fengið einhvern veginn, þú voru alveg tekin alvarlega og svona, svo oft sem að maður að heyra sögur af fólki sem að einhvern veginn fær ekki rétt að, eða fær ekki einhvern veginn, ekki vísa rétt að leið. Já, nei, hann kveikt alveg á þessu. Hann kveikt á þessu, já. En hann vissi ekki að væri með akromegali, hann samt Kveikt á að það væri eitthvað Já, og náttúrulega ég var með þessi klassísku sykursýkis einkenni tíð faglát, mikill þorsti og þreyta og hann tók líka eftir að ég var með bólnar hendur var svo þannig að maður ítri á húðina þá svona eins og það sé memory foam svo komið hóla og það náttúrulega eru merki bólgur og ég veit ekki háan blóðþrýsting og eitthvað en sko ég myndi kannski vilja sýna næstu mynd þetta bara svona náttúrulega kannski bara skoðum bara næstu eftir þessu ég eiginlega búin að tala allar þessar Þarna þú Þarna ég og eins og ég sagði ég var sveitastrákur og æði glímu á Suðurlandinu og mér finnst þetta svolítið flott sería því að ég þarna frá 15 ára til 19 ára og við sjáum að það bara svona eðlileg breyting frá 15 til 16 og svo lítil breyting frá 16 til 18 en síðan gerist eitthvað á milli 18 og 19 og þarna held ég að ég hafi verið komið með æxlisvöxt og vaksta og hormón eða vaksta hormóna æxli og þannig að ég held það að ég hafi verið með þetta æxli í 6 ár og náttúrulega og þetta náttúrulega afmyndaði mig mikið Þegar þú hugsa tilbaka þarna manstu til þess að hafa verið með einhver einkenni þarna byrjaður að finna eitthvað Já, ég tók eftir húðsliti þannig að þú hefur verið byrjað að stækka Já, það samt sem ekkert óalgengt en ég var samt ekki beint offitu sjúklingur þannig að kannski þetta var ekki alveg að passa Það var ekki að passa En ég það var ekki að passa En þegar að þú síðan færði þessa greiningu fannstu og þú talar um hann með fight and flight hann að þeirra læknirinn í raun að sína þessa mynd
Hvað flög í gegnum hugan? Varstu bara áttaður á því hvað hann var að sýna þér? Já, allar nógu mikið til þess að vera döð skelkaður. Já, einmitt. Og æxlið var mjög stór. 4 centimetrar. Fórstu í eina aðgerð eða fleiri? Já, ef ég kannski fyrir að koma aðeins að því setna og skoðum á næstum mynd, þá er ég þarna að glíma, þetta er árið 2000. Já. Og þarna myndi ég segja að ég væri alveg komið með mikið af akromegaly einkennum. Já. Já, ef ég segi hérna frá fyrstu aðgerðinni. Já, þá það var sem sagt 2003 í ágúst og það var að koma megavika. Þá held ég að megavikunar hafi verið að byrja aftur eða eitthvað svoleiðis. Dominos megavika. Já. Og ég held meirist að já. Og ég var til dæla nýtekin við búðinni og ég gerði náttúrulega bara eins og skurðlæknirinn lagði til, fór í aðgerðina og ég man eftir að það var mjög erfitt að vakna sko. Það voru miklu verkir og þannig sé þá náði ég mig fljótt. Að þetta er raun og veru ekkert svo inngripsmikil aðgerð. Þetta er semst gert með endoskóp eða speiklun. Ég held að sé notað hérna, það er semst sko svona myndavél. Það er sko farið með myndavél upp í aðra nösina og þar er farið í gegnum bein og heiladingullinu með situr þar. Er þá einhvern veginn farið gegnum bein, er þá einhvern veginn borað í gegn? Já, það er borað í gegnum beini. Það byrjaði að brenna í gegnum slímhúð og svo er borað í gegnum 2 bein. Til að komast inn í heilan einhvern veginn? Já, komast inn í heilan, já, hérna megin frá. Já. Og það myndi að því að heiladingullin situr þarna. Heiladingullin er cirka svona stór eins og ég veit ekki hvað, gulbaun eitthvað svoleiðis, en hefur gríðilega miklu hlutverki að gegna í líkamanum. Já, þetta var semst fyrsta aðgerðin og það kom fljótlega í ljós að þótt svo að skurðlæknirinn var gríðilega ánægður, þá náði hann ekki öllu æxlinu, sem er kannski bara skiljanlegt með hvað það var stórt. Og það sást í blóðprjónum. Ég var ennþá með tífalt meira af vaxtarhormóni í blóðinu heldur en áttir að vera. Já. Þannig að ég fór í aðgerð 2005 líka á Landspítalanum í Fossvogi og það var sami læknirinn. Og ég man eftir því að innkirta sérfræðingurinn og skurðlæknirinn voru ekki sammála að hvort að ég ætti að fara í aðgerðina. Úff. Og hvernig leiðir þið það? Ég trúði náttúrulega frekar, þú veist, ég meina, mér fannst rökin hans innkirtlasærfræðing mjög góð að því að hann sagði bara, herru, blóðpröfun að sína það. Það er eitthvað þarna eftir. En skurðlæknir sagði, nei, þetta er ekki þess áhættuna virði. Já. Og hann reyndi að láta mig hætta við. Já. Hann sagði, þú skalt ekki láta einhvern læknir þrýsta þig út í lífshættulega aðgerð. En ég, svona, eftir að hyggja það var rosalega skrítin ákvörðun að ég skildi ekki hafa hlustað á skurðlæknin. En það skiptir ekki máli. En hann semst gerði aðra aðgerð
og hann lýsti þeirri aðgerð bara árangurslausa allan við mig og ég hef það svona tilfinningin að það sé kannski ekki endilega alltaf svona heiðalegt feedback fram og tilbaka á milli sérfræðinga að það sé þá einhver samkeppni eða hvað heldur að sé? Akkur heldur að sé ekki heiðalegt feedback? Sko, skurðlæknir er bara hættur að sjúklingurinn deyja á borðinu. Já, einmitt. En innkirtlasérfræðingar, hann segir bara, herri, já, ég sé þetta bara í tölum. Því að hann mun síðan ekki bera ábyrðina á skurðborðinu beint. Já, þannig að þetta er svolítið svona. Já, og þessi skurðlæknir var ekki búin að gera margar aðgerðir. Já. Svona aðgerðir er ekki gerður lengur á Íslandi. Þetta er of sérhæft. Já. Fólk sendt eitthvað til útlanda þá? Eða? Það er sendt á Sahlgrenska eða Karolinska. Ok. Já. En þínar aðgerðir voru gerðið hérna? Já. Nei, og svo hérna eftir þess aðgerð, það náttúrulega kemur í ljósa, já, ég er ennþá með tífalt vaxtahormón og þá er ég komið með annan innkirtlasérfræðing. Gunnar, hann var orðinn gamall, hann hafði komið að fara á eftirlaun það var 2007 því frábæra ári þá ákveði að senda mig til Gautaborgar Sahlgrenska og innkirtlasérfræðingur minn hérna á Íslandi heitir Helga Ágústa hún er ágætlega þekktur innkirtlasérfræðingur, það eru ekki margir sem kannast við hana. En ef við myndum kannski ekki sína næstu mynd þá er þetta hann Óskar Ragnarsson. Hann er búin að vera mjög lengi í Gautaborg og hann er vestmanningur. Hann lamaðist í sundlauginu á Selfossi í sundkennslu. Já, hérna. Bara úlingur. Hann var að stökkva aftur fyrir sig og lendi með hausinn á bakkanum. Jesús skoður, já. En er læknir? Hann er mikill sérfræðingur, mikill innkirtlasérfræðingur. Og ég með hitti hann þar. Þannig svo fyndið að við erum Íslendingar eiga lækna út allt, sko. Ég var einmitt að hugsa, já, það var einhver þáttur að fara í gang það sem átt að tala við arkitekta í útvarpinu, af því þeir væri út allan heim og eitthvað svona og ég hugsaði einmitt, hvað með alla læknana því við hefum alveg frábæra lækna út alla tressur. Það er mjög máli, þeir eru ótrúlega við það og þeir koma alls ekki heim. Nei. Ekki allir. Nei. Ég held mér þess að það sé bara kannski 40% sem kemur heim. Ég veit það samt ekki. Já, en já, Óskar, hann nýttist mjög vel. En núna var ákveðið að fara í aðra aðferð. Og ef þið kannski sitið myndavélun á mig, þá kannski þá var reynilega að fara í það, ef við sjáum að það er svona ör hérna, þá var reynilega að fara í það í staðin fyrir að fara í gegnum nefið. Það var nefið hreinlega skorið og flatt til hliðar og þar alveg ertu komið með betri aðgang og allan ég man það þannig að sá læknir hafi líka lýst þetta árangarslaust. Ég var mjög veikur á þessum tíma. Ég var með svarta bauga, ég var 170 kíló. Ég mér þess að fór í gáttaflökt í aðgerði og ég var bara heppin að lifa þessa aðgerði af. Mjög heppin. Og þú er ekki verið í rauninni góðu formi til að vera í aðgerðum? Nei, alls ekki. Alls ekki. Raun og vera var þetta rosalega mikil á þetta, sko. Æmjöld út af því hvernig heilsu farið bara var aður. Það er náttúrulega hlut af því er náttúrulega agromegalegar, þeir eiga hætt á því að fá æðasjúkdóma, bæði háþrýsting og
æðakerfi breytist líka. Þykkari húð. Þannig að sjúkdómurinn hefur í rauninni sko ekki hjálpa til að ná batanum eða því sem þurfti til þess að ná bata. Nei. Ég man sko, ég held að hann hafi heitið Markus eða Mark sem að gera þetta. Já. Og mér minnir alveg endilega að hann hafi sagt að þessi aðgerð hef ekki búið árangur. Hann hafi tekið eitthvað en var ekki viss hvort það væri æxlisvöxtur eða bara svona viðgerðatissjú eða svona viðgerðavefur. Og það náttúrulega, þegar það einu sem búin að fara inn einhvers staðar, þá verður til viðgerðavefur. Og þar að leiðandi miklu erfiðar að greina á milli. Og já. Fórstu aftur í aðgerð eftir þetta síðan að? Ekki skurðaðgerð. Nei. En inngerðlasefræðingur minn á Íslandi gafst ekki upp og þau ákveða að senda mig í geislun. Og þá er það gammanýf. Það er eitthvað sem er ekki til á Íslandi allan að ég veit ekki hvort það sé til núna. Nei, ég efast um það. Og þau byrjaði að senda mig til Karolinska og sá sem tók á móti mér þar, hann sagði bara nei. Bara við erum ekki að fara að gera þetta? Nei, bara þú passar ekki í vélina. Passar ekki í vélina? Ok. Ég var samt ekki rosalega stóri, ég menna hvað er ég, 192, ég var náttúrulega svolítið þungur sko. Já. En hugsaður, já. Þannig að það frestaðist og þau þurftu að senda mig þá til Virginia, Charlottesville í Bandaríkjunum. Og ef við sjáum næstu mynd þá er sú mynd þaðan. Já. Og þarna búin að setja ramma á mig. Skrúaði einhvern veginn saman. Já. Svona skrúað inn í beinið sko og þetta er náttúrulega gert til þess að því að hausinn má ekki fæðrast neitt. Með þú ert í geisluninni. Já. Það er svona gamla geislunin. Það er njörfaði einhvern veginn niður. Já, það má ekki hreyfast. Og það þarf að vera gríðarlega nákvæmt. Og já, þetta er náttúrulega mesta jónaða geislun sem til er. Og þessi geislun virðist hafa borið árangur. Var þetta ekki sársaukafullt að fá þess að vera skrúaður svona? Nei, reyndar ekki sko. Þeir voru búin að dópa mig svo mikið sko. Ég hafði nátt að deyfa þig einhvern veginn bara alveg. Já, hérna er. En það fann til eftir á sko. Já. Reyndar sko margir akrómekarar tala mikla verki og liðverki og slitgiktil hluta og svo alls konar svona liðverkir. Ég virðist hafa mestu sloppi við það. Já. Ef við skoðum næstu mynd þá er ég nýbúin að kynnast konunum minni þarna. Þarna erum við í Charlottesville. Og þarna sérðum þetta ég er með bólgið auga eftir þetta. Með svona nett hálfgert glóður. Já. Þannig vorum við búin að vera saman í 1 ár og einhverja mánuði. Já. Það breytti lífinu mjög mikið. Já. Ég var búin að einangrast mjög mikið. Í gegnum veikindin? Já. Ég hélt áfram að vinna eftir fyrsta aðgerðina. Já. Og eitthvað eftir aðra aðgerðina. Og bara einhvern veginn, þá var ég bara svo illa félagslega tengdur og einhvern veginn einn í heiminum sko. Þó svo ég eigi stóra fjölskyldu sko. Það er ekki málið. Það er bara já. Ég var eiginlega bara einn í íbúðinu minni sko rétt fyrir fyrsta aðgerðina 2003
þá var ég nýbúin að kaupa mér íbúð og ef maður hugsaði að í dag þá er nú ekki margir 25 ára sem að ná að kljúfa það að kaupa sér íbúð. íbúð, nei. Ég náði að kljúfa þetta, þú sagði að ég væri bara í verkamanna starfi og hafði verið eitthvað sjó og svona. Já. En þá náttúrulega var húsnæðiskerfið allt öðruvísi. Þetta var rétt áður en að Framsóknarflokkurinn kom í 90%. En það var mikil gæfa. Ég ótti hugsa að ef ég hef ekki keypt íbúð á þessu tíma þá... Hvar var stattur? Já, hvar var ég stattur? Já, einmitt. Og það var ekki nokkuð leið að ég hefði getað rekið heimir í öll þessi ár. Ég hefði ekki verið með þessa íbúð, sko. Já. Og svo náttúrulega ég fæ viltu tala eitthvað um kerfið? Já, bara endilega. Og hvernig greip kerfið þig? Greip það þig? Þú fær greiningun allavega og þeir eru stýrt svona réttar leið inn í heilbrigðiskerfinu kannski. Ég myndi segja að það hefði alls ekki gripið mig, sko. Nei. Það var rauninlega bara aðgerðin. Ég síðan bara kóðuna niður í vinnunni. Ég get ekki meira. Já. Og þá tekur ekki neitt við. Það er ekki, ertu sjúkraskrifaður eða ertu þegar það gerist eða þarftu einhvern veginn að fariðu einhverja aðstóð einhvern veginn í gegnum heilbrigðiskerfi þá eða bara ekkert? Það var eiginlega bara ekki neitt, sko. Bara ekki neitt. Ég reynda fékk að fara á Reykjalund í einhverja mánuði í gegnum heimilistakni. Annars var ég bara í gríðarlega einangraður og var alveg rosalega þunglindur og tilgangslaust allt saman. Og þunglindur er einmitt eitt af einkennum akromegali. Og náttúrulega líka það bara að vera að veikjast bara líka. Að veikjast og upplifa að maður sé máttvana. Já. Að maður sé, þú veist, veikur. Það var mjög erfitt fyrir mig, mjög lengi, mörg ár. Það er raun og raun held ég að sé ennþá, sko. Það er rosalega erfitt að það er mjög slæmt fyrir sjálfsmyndina og svona trúna á maður geti gert hitt og þetta. En svo náttúrulega kannski er það líka bara já en svo náttúrulega ég dett þarna út af vinnumarkaði, sko. Eftir ég kynnist konunum minni byrjaði ég aðeins að fá heilsu aftur, ég byrjaði að reyna að fá stækjumstörf. En þá tek ég eftir því að það vinnumarkaðin er bara ekkert opinn fyrir fólki sem mig. Nei. Og ég veit að margir trúa þess ekki. En það er svolítið þannig. Ég var meist að sækja bílstjórastörf. Bara svona eitthvað sem að þarf bara bílpróf. Já. Sóttum við mér AHA. Sóttum við Orkuveitunni. Þjónustuver. Alveg bara út allt, sko. Svona alls konar störf sem ég held að ég myndi gera. Ekki eitthvað sem að ég væri alveg örugglega ekki hæfur í. Nei. En aldrei boðar í viðtal. Aldrei nokkuð tíma. Og sagðirðu frá veikindu þínum í atvinnuviðtölum með það? Nei, ég fekk aldrei atvinnuviðtal. Þú fekkst aldrei? Nei, þú fekkst aldrei viðtalið? Nei, aldrei fengið viðtal. Og já, í ferilskráni náttúrulega þetta er bara eitthvað þannig að ef að fólk sér það er eitthvað gap í ferilskráni. Ferilskráni, já. Þá er bara búið að afskrifa fólk. Já. Og svo er það náttúrulega líka, það skiptir máli hversu vel félagslega tengd fólk er. Já. Segjum svo ef að ég hefði verið vel tengdur
inn í einhver ætt sem að væru fyrirtækja Já, þá er þessi geta að tala við þannan. Já, ég held að margir komast þannig inn, sko. Og ég held að það sé bara alveg gríðarlega algengt á Íslandi. Já, komast aftur þannig inn og ég myndi heyri stundum það, sko, þeir sem að kannski veikjast, kannski svona í kringum 40 eða eitthvað eða 60, þeir geta farið tilbaka, jáfnvel þó þeir séu með krabbamein eða eitthvað, sko. Og þá skiptir það svo miklu máli, sko, kannski aðgengi fólk hefur aftur að samfélaginu. Já. Í raun og veru upplýði ég mig bara sem útlaga í samfélaginu, bara alveg frá ég hætti að vinna og í raun og veru bara þangað til að ég fekk fósturdóttur 2009. Þá fekk ég svona smá gætt inn í samfélagi tilfinningu að þú værir með. Já, það var því ég var svona foreldri í grunnskóla. Já, einmitt. Þá fekk ég svona aðeins að kíkja inn fyrir dýrastæði. Já, einmitt. En þess á milli þá þetta er alltaf gríðlega höfnun, sko. Já. Og það gerir ekki gott fyrir sálarlífið. Nei. Varstu örorkuskrifaður á þessum tíma? Já. Já. Þannig að þú varst með svona tryggar einhverja lágmarkstekjur en ekki í boði einhvern veginn, ekkert í boði í rauninni til þess að hjálpa þér að komast aftur út í samfélagi. Já, náttúrulega ég fekk aldurstengda örorku. Já. Og já. Já, ég held að ég sé bara með fulla örorku. Hvað, er það ekki 75? Jú, það er hærra en 75. Jú, það kallar 75% örorka. Og ég var náttúrulega búin að borga í lífeyrissjóð alveg frá því að ég var 16 ára, sko. Já. Þó svo ég veikist svona ungur. Og að því að það var búið að setja eitthvað aldurstengingu til þess að tryggja það að ungir öryrkjar myndi ekki verða fátækir bara all ævi, sko. Já. Þannig að ég fekk að þessu lífeyrissjóðnum líka. Og tryggingastofnun. Þannig að það var allar að nóg til þess að ég geti skrimt það, sko. Já, einmitt. En ég man eftir því samt, sko, á þessi tímabili ég myndi að segja, ég var bara einn, ég talaði ekki um einn. Já. Var bara rosalega þunglindur. Já, og ítti bara fólki frá mér. Það var alveg frá svona 2005, 6 til 2008. Já, ég safnaði stundum skuldum, sko. Þannig að þetta var alveg erfitt, sko. Já, þannig að örorkan í rauninni þrátt fyrir að þú hafi verið búin að ná að eignast íbúð þarna á svona einhverjum þokkalegum tíma að þá samt. Já, þetta var svona, ég leiði mér ekki neitt, sko. Nei, ég fór aldrei út að skemmta mér, aldrei keypt aðfengi, aldrei farið í bíó, bara gera ekki neitt, sko. Já, ég er einmitt ekki típan sem er heima og drekk mig fullan, sko. Ég hef aldrei gert það, sko, og ég geri það aldrei. Nei, þannig að ég held að margir svona bara, hann lítur að vera í einhverja óreglu, hann lítur að vera eitthvað rosalega mikið að hann í hausnum. En nei, það var ekki þannig, sko. Nei. Sko, það er líka einn áhugaverður punktur, varðandi Tryggingastofnun. Já. Tryggingastofnun lítur ekki á sitt hlutverk allan svona eins og ég sé það utanfrá. Þeir líta ekki á sitt hlutverk sem að þeir séu þjónandi borgurunum eða þegnunum. Þannig að þegar þú ert að sækja þær bætur sem að þú átt rétt á, þá koma þeir ekkert og hringi í þig að hafa samband við með, herðu, þú átt nú kannski rétt á heimilisuppbót, þú átt kannski rétt á barnalífeyri, þú átt kannski rétt á hinu og þessu. Nei, þeir líta á það alls ekki sem sitt hlutverk að upplýsa. Þú ert að komast að þessu öll sjálfur. Já, og ég er að mynda að hugsa,
þetta er ekki eitthvað sem er skrifað inn í lög, þetta er kúltúr. Já. Þetta er kúltúr, það er ekki hægt að, þetta er bara kúltúr innan stofnununa. Já, einmitt. Og svo man ég eftir í sko, þegar maður þurfti að vera að safna lífsseðlunum og kvittunum frá læknum og sérfræðingum og sendað inn bréf, bara í bréfposti. Til að reyna að fá smá niðurgreiðslu. Já, ég var alltaf vikur til að gera þetta. Já, ég gerði þetta aldrei. Nei, ég held að margir hafi ekki gert þetta. En síðan, sem betur fer, var þetta orðið sjálfvirkt og það er samt bara frekar nýlega gerst. Já, einmitt. En er það sjálfvirkt? Það er ekki bara þannig að þeir hafi lagt þetta niður? Nei, þeir eru, mannstu, það var ekkit þak. Frekar nýlega þá settur þak og lyfjakaup. Já, það er þannig bara, já. Og þeir settur líka þak á sérfræði, eða þú veist, á þegar maður sækir þjónustu og heilsugæslu og sérfræðing. Þannig að mann kannski eftir söguna hérna fyrir nokkrum árum þegar krabbameinssjúklingar voru að kannski marga milljónir í líf og komugjöld. Einmitt. Og hérna, það er nú bara ekkit langt síðan samt maður heyrði svona sögur. Já. Einmitt. Þetta er miklu skaplegra núna. En hins vegar þá er samt svona þetta er samt dulinn kostnaður oft sko. Já. Og svo er líka svona dulinn kostnaður kannski við einmitt að fólk þurfa að ferðast til og frá læknum og allavega, já, það er bara allavega dulinn kostnaður sem tengist í að vera veikur sko. Já, svo er líka að það er búið að handjátna sérfræðilæknina sem eru búin að sérhæfa sig að sinna læknum í bjúrokratíu. Skrifa vottor fyrir sjúklingar sem kemur utan af landi. Fyrir niðurgreiðslu flugu. Skrifa vottor fyrir tryggingalækna. Fyrir tryggingafélag. Skrifa vottorðin aftur og aftur fyrir lífeyrissjóðuna og tryggingastofnun. Og heilsugæslan er náttúrulega gjörsamlega böguð af vottarðaskrifum held ég núna. Hún er bara óstarfhæf. Man fær bara alltaf tíma hjá lækni sko. Þetta er eitthvað sem er rosalega einfalt að laga. Já, ég get alveg sagt með það eins og þetta tryggingastofnun lítur á sitt hlutverk ekki að upplýsa. Ég til dæmis misti af barnalífeyri af því ég var fósturpabbi 2009. Ég misti af barnalífeyri í mörg ár. Það voru bara einhverjum milljónir. Já, nákvæmlega. Ég þurfti mér til þess að reyna að fá eitthvað aðeins aftur í tíman. Ég þurfti að sitja það í áfríðan og nefnd. Þannig að grimmdin er rosalega mikil. Þetta er svona eitthvað svona grimmdarkúltúr. Og svona líta á þá sem hafa veikst eða lent í vandræðum, líta á þá sem svona sem einhverja byrði og það þurfum nú að passa þetta lið sér nú ekki að svindla á kerfinu og það skulum alltaf hafa varan á þegar þetta fólk kemur. Það er örugglega að svindla eitthvað. En þannig að þetta er svona hugafar sem er mjög inngróið í þessa stjórnsýslu. Ég held að það ekki að laga þetta nema bara að leggja stofnunum niður og byggja nýja. Já, stundum er það þannig. Því að kúltúrin er svo fastur. Þeir voru núna, tryggingastofnun, núna nýlega voru þeir að setja á fót umboðsmann. Umboðsmann sjúklinga. Sem er búið í rauninni var búið að skipa þeim að gera fyrir margt löngu síðan. En þeir voru aldrei að gera og neituðu að gera. En hún er nýr framkvæmdastjóri eða nýr settur formaður tryggingastofnunar eða framkvæmdastjóri. Og þannig að maður svona vonar að það breytist eitthvað en maður óttast að það sé verði ekki hægt sko en það var að koma í ljós. En þú staðan þín í dag er eftir öll þessi veikindi og eftir þessa löngu sögu einmitt, þú þarft að taka alls konar lyf og þú ert í rauninni alltaf að glíma við, þú verður alltaf í rauninni þetta er lífstíðarsjúkdómur. Þetta er lífstíðarsjúkdómur. Og ég er rauninni bara dáist að lifrinu minni að þóla allir þessi lyf. Hlýsi ekki svona 14-15 mismunandi lyfi. Og þaraf eru semst eitt S-merkt lyf sem ég þarf að fara mánaðarlega
Ég er búin að fara mánaðarlega á Landspítalann frá því 2000 og örgulega 4 eitthvað sko. Það líði. Ég er búin að næst í 10 ár hverjum einasta mánu. Já, einmitt. Og hérna, já. Heldur þú værir annar maður í dag ef þú hefðir ekki upplifað þetta, gengið í gegnum þetta allt? Já. Engi spurning. Já. En svona, mér finnst þetta svona rosalega forvitnilegt sko. Já. Sjáðu þarna Mary Perry, þarna franskur innkirtlasérfræðingur. Það var þarna á Victoria í tímabilinu. Þegar Bretland var mesta heimsveldið. Þá voru menn alltaf í því að lýsa hínu og þessu. Lýsa skordýrum, lýsa sjúkdómum. Og þetta var svona mikið kepli að vera fyrstur að lýsa einhverju. Og hans lýsingar bara eiga mjög vel við í dag. Þetta er bara góða lýsingar. Ég var að glugga í þessar lýsingar og það voru bara mjög góðar. Og þannig að þetta hjálpaði læknisfræðinni að skilja innkirtlakerfið. Þarna sáu þeir, það verður til æxlisvöxtur þarna. Fólk breytist mjög mikið, það afmyndast líkamlega. Og hérna og í raun og veru til dæmis Cushing disease sem hérna kortisolframleiðsla. Það í raun og veru verri sjúkdómur varðandi afmyndun heldur akromegalí. Þegar fólk kannski manna eftir leikfangasögunni, ég ekki að segja þetta með einhverju ég vil ekki móðga fólk sem með hennar sjúkdóm, en það samt bara þannig að fólk fær þannig útlitseinkenni. Það verður svona eins og potato man. Mjög litla lappir, mjög stóran búk. Stóran búk, já. Já, ekki stórt höfuð. Nei. Og hérna það alveg hræðilega sjúkdómur sko. Og pælti ég líka bara í því að vera svona víraður allan tíman. Já. Já. Heyrðu, já, þetta var mjög fróðlegt að heyra og heyrum hennar sjúkdóm bara líka og maður er alltaf að heyra eitthvað nýtt sko. Það til svo mikið og einmitt ótrúlegt að þeir hafi verið búin að finna í rauninni á Viktoríutímanum allar þessar upplýsingar sko. Já, menn voru alltaf í þessu, voru að keppast við að lýsa skordýrum og grösum og sem anskotana. Akkurat. Já, heyrðu. En svo náttúrulega, þú veist, hérna góðsagnunum risa náttúrulega augljóslega sönn. Já. Það hefa alltaf verið risar með okkur. Það hafa alltaf verið til risar. Og hérna, það er bara svona komin, þú hefur náttúrulega bara ein raunfundið skýringuna á því hvers vegna voru til risar. Já, sjálfsögðu voru til risar. Já, einmitt. Heyrðu, ég þakka kærlega fyrir komuna og segja okkur aðeins þessa sjúkrasögu.